Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar hittum við fólk með hlaðvarp sem spjalla við Suðurnesjumenn. Við förum í stúdíó í gamla bænum í Keflavík og svo fáum við smá innsýn í nýjasta verk leikfélags Keflavíkur sem verður frumsýnt á næstunni. Við hefjum leikinn með fólkinu á bakvið góðar sögur og hittum Dagnýju Maggíar og Eyþór Sæmundsson í stúdíóinu Lubba Peace. Þú ert að hlusta á góðar sögur. Hlaðvarp eða podcast hefur verið að ryðja sig til rúms að undanförnu og orðinn vinsæll miðill og auðvitað til svoleiðis á Suðurnesjum og það heitir Góðar sögur og hjá mér eru Dagnýja Maggíar og Eyþór Sæmundsson sem hafa verið að taka allnokkur viðtöl og hafa verið að birtast síðustu mánuði. Komið sæl, krakkar. Blessaður. Hei. Hvað segir þú, hvað svona upphafið að, hvaða sögur eru það að segja? Ég verður fyrst og fremst að segja góða sögur. Það mjög mikilvægt að segja góða sögur af Suðurnesjum. Og þetta hlaðvarp liður í ennþá stærra verkefni sem heitir Reykjanes góða sögur. Og þar erum við að vinna með ímynd svæðisins sem hefur verið veik. Og þetta bara einn liður í því, svona skemmtilegt undirverkefni sem við fórum að stað með fyrir ári síðan og þar erum við enn og aftur bara að gefa fjölbreyttari mynd af Suðurnesjamönnum. Okkur fannst kannski myndin vera skekkt á ákveðinn hátt og við höfum þess að fengið niðurstöður úr könnunum að við séum kannski frekar leiðilegt fólk sem við erum ekki alveg tilbúin að skrifa undir. Þannig að við erum svona að sýna bara fram á fjölbreytni mannlífsins og við erum alls konar, við höfum virkilega flott fólk á svæðinu og við höfum góða sögur að segja og þetta svona gefur kannski nýja mynd af þessum dæmigerða Suðurnesjamanni. Eyþór, eru það að leita eftir gömlum köllum sem voru hér útgerðarmenn eða bankastjórar eða eru þið meira svona kannski í fjölbreyttari nútíma? Fjölbreytileikinn svona eitthvað sem við viljum sýna fyrst og fremst en svo erum við líka einmitt að skrásetja söguna. Við vildum gjarnan fá meira af svona fólki sem að hvað maður að segja, þú veist, eftir 20 ár hugsa maður kannski tilbaka, við náðum aldrei að tala við þennan. Og þeir sem eru að skrásetja söguna hérna á svæðinu eru kannski fyrst og fremst þið tveir hérna félagar. Þannig að það eru fleiri sem að þurfa að leggja í púkið, fannst mér svona og þessi miðill fannst mér góð leið til þess. Þetta er ekki kannski flókin framleiðsla, þetta er ekki dýrt. Fólk tilbúið að mæta, þú nærð einhvern veginn svona ítarlegri viðtölum, þetta getur verið allt frá 40 mínútum upp í 2,5 klukkutíma. Þá svona, að gefa fólki frá Reykjanesi ákveðna rödd sem að okkur finnst ábótavant í fjölmiðlum utan kannski við ykkur einmitt og lokal miðla. Þá höfum við bara ekki verið nóg hávær og ekki fengið nóg mikið pláss í fjölmiðlum og okkur fannst þetta góð leið til þess að vera bara okkar eigin framleiðsla. Við erum okkar eigin svona útastöð í rauninni. Það það sem hlaðvarpið hefur. Þetta svo einfaldur miðill en með kannski aðkomu þegar í Lubba Peace þá gerum við þetta svolítið faglega. Gerum þetta þannig að þetta geti lifað og svona einmitt skilur eftir sig svona spor í sögunni. Gott hljóð, alvöru vinna og svona, það skiptir máli þegar það var að gera þessa hluti. Og við erum líka svona að reyna að fá einmitt leituðum þetta Suðurnesja fyrirtæki og ljósmyndari sem hefur tekið fyrir okkur alvöru myndir og Eygló Gísla Njörgingur. Þannig að við svona leituðum í heimahagana og við náttúrulega heimamenn. Svo svona, þetta hafa nú allt verið heimamenn sem eru viðmælendur en við erum jafnvel að fara að leita fanga víðar. Það er svona vinir Suðurnesja sem eiga alls kyns sögur tengda svæðinu eða einhverja rætur eða eitthvað, þú veist. Þannig að hér alveg endalaust af sögum, það bara spurningum að koma þeim á framfæri. Það alveg mjög góður slatti, ég get sagt ykkur það alveg til góður slatti í hópi ef þeir eru að leita viðmælendum, ég held að það ekki? Jú, og það líka bara gaman hvað allir taka vel í erindið. Menn segja bara já strax og eru tilbúin að mæta í settið og svara spurningum og það kemur okkur líka skemmtilega óvart að fólk verður bara mjög einlægt. Þetta einhvern veginn þannig miðill að fólk kemur með sína persónlega sögu
sem að mér finnst líka mjög sterkt fólk sem hefur gengið gegnum ýmsa erfiðleika, afrekað einhverju stóru og annað. Það mikið hægt að segja þessa sögu og menn hafa gert það bara ótrúlega vel. Og þetta hefur gengið vel það sem af og þið eru búin að fá góða sögur í rauninni. Jú, við erum held ég komið með við stendum á 20 þætti til að byrja með og við erum langlegin að komið þangað og vonandi höldum við bara áfram. Viðtökurnar allan eru mjög góðar og það kemur okkur eiginlega bara pínu á óvart hvað eru margir að hlusta og það er svona vaxandi gangur sem ég held að sé bara mjög gott. Og þetta er líka mikilvægt fyrir Suðurnesjamenn sjálfa og við hvetjum það náttúrulega sjálfsögðu alla til þess að hlusta á þættina af því að í raun og veru við erum bestu sendiherrarnir fyrir þetta svæði. Þannig að ef Suðurnesjamenn að hlusta þá erum við rosalega sátt því að þá vitum við að þeir segja öðrum frá. Það má segja að þetta sé svona útvarp Suðurnesja en í nýjum miðli. Hlaðvarpi orðið eins svona þægilegu miðill því að maður getur hlustað og spilað hvenær sem maður vill. Akkurat. Bara svona við heimilisstörfin svona sem ég nota þetta mitt oft mest. Maður að vaska upp eða setja í vélina og þá maður hlusta á brotur okkur þætti og svo fer það sinni okkur öðru en tekur upp þráðinn svo síðar og ég jafnan sofna við þetta. Sofna ekki við mína þætti svo sem en kannski ykkur aðra. Þá finnst mér gott að vera með þetta og nú ég byrjað að nota mitt. Fekk mér bara nýlega svona AirPods heyrnartól og þá ég, þegar ég að svæfa þá ég með öðru eyranu. Þykist hlusta á börnin en að hlusta á eitthvað allt annað, eitthvað sem áhugaverðara. Svona þegar það kvarta undan að vilja ekki fara að sofa. En jú, þessi miðill alveg geggjaður og það bara þvílík gróska í hlaðvörpum að þau eru örugglega á annað 1000 bara íslensk geti ímyndað mér. Þannig að við erum svolítið fegin að við erum með svona sértækt eitthvað landsvæði og við erum svona hálfgerð eitthvað stofnun, markastofan og heklan á bakvið þetta. Það er ekkert sjálfgefið eitthvað klikki á þetta. Þú sér bara eitthvað góðar sögur, þú veist í rauninu kannski ekki hvað er á bakvið og við erum ekki eitthvað þekkt fólk þannig sem eins og margir þekktir einstaklingar með hlaðvarp kannski fá automatískt eitthvað fylgi. Þannig að við erum gríðarlega ánægð og svo einhvern veginn bara höfum við fengið eitthvað miklu betri sögur enn í bjóst við, bara fólk einhvern veginn að þetta stundum svona, og sumir hafa sagt það sem að setja hérna í þessu stól sem ég situr núna eins og að fara í þerapíu bara, þú veist, að fara í sálfræðitíma þó fólk opnar sér rosa mikið í svona lengra spjalli og þó þetta heiti góðar sögur þá er þetta bara allavega sögur, það er oft maður átt erfitt með sig, það er sorglega sögur, átakanlegar, fyndnar, þú veist, það er svona við náum að sýna alla flóruna einhvern veginn finnst mér hafa komið nokkuð vel fram og núna er maður bara fullur á eldmóði einhvern veginn að gera fleiri það er eins og þú segir, það er nóg að viðmælendum. Við heyrum meira góðar sögur á eftir en yfir í Frumleikhúsið sem er líklega eitt best búna leikhús í eigu áhuga leikfélags á Íslandi. Við kíktum á æfingu og fengum farsann beint í æð, beint í vél. Vildi ég gjarnan vera að lofa núverandi ríkisstjórn fyrir fram? Helvítis! Já, þetta er AF6. Já, ég veit. Já, aðsendur lækna á sjöttu, það er aðstæða fyrir gestir við endan á ganginum. Ég ætla að reynda að hitta þig. Já, það verður bara að gefa þér fram með stúlkundur í mótöku, þú verður að vera með tilvísun frá heimilislækni. Jón, bara er þetta ég, Díana? Díana? Díana, 12 skurðið, hittast það helviti. Ég ætla ekki að gera þér bylt við. Hittast það helviti. Hvað er langt síðan síðast? 17 ár. Þú hefur bara ekkert breyst. Nú, já, það var þess vegna sem þú þekkti mig strax. Já, ég bara mundi ekki eftir í þessum fötum. Manstu yfir höfun okkar eftir mér í fötum. Jæja, erum við að fara að fá leiksýningu hér á Suðurnesjum í Kófi? Já, það er loksins komið að því. Síðan í mars erum við búin að bíða eftir að fá að stíga á sviðið, en þetta er að bresta á. Já, akkúrat. Segðu mér aðeins meira. Sko, við erum að setja upp farsa sem heitir Beint í æð, sem er mjög hraður og skemmtilegur farsi. Mikill mikilningur, mikið vesen, mikill sviti, mikill blóð, tár og allt sem því fylgir. Og fjallar Þetta fjallar sem sagt yfir lækni taugadeildar á Landakotsspítala sem er að fara að flytja mikilvægan fyrirlestur og þá kemur sem sagt gömul vinkona og tjáir það að hann í barn sem er einmitt mætt á spítalann og
býr til alls konar vesen. Við spyrum leikstjóran. Getur þú haldið áfram frá því sem hann var að segja? Hvað gerist næst? Herðu, já, hún kemur sem sagt með þessa litlu sprengju sem orðin 17 ára og að fatta í fyrsta skipti að hann eigi pabba. Veit ekki hver hann eða hvað hann bara hann sé hálffæriskur og vinni á spítalanum. Og inn í það flettast, mikill, fráfarandi yfirskurðslæknir, hvað heitir hann hérna, Páll Óskar, sem er drykkfelldur og svo erum við með hérna konun hans, auðvitað, til að flækja þetta aðeins og svo erum við með svona 2 vitleysingalækna sem veit ekki alveg neitt en eru rosalega mikið í skemmtanalífinu og eru að reyna að koma jólamyndbandinu af stað og það flækir allt ennþá meira og svo náttúrulega það lögreglumaðurinn frá Höfn í Hornafirði sem var búinn að elta hann á leigubíl. Já. Þetta hljómar svona krassandi söguþráður. Já, og eins flókið þetta kannski hljómar þá þetta svona, skýrist þetta mjög fljótt, allur þessi misskilningur og sé kannski erfitt að muna þetta allt saman en það var allavega til að byrja með þegar við vorum að byrja að æfa að muna hvernig misskilningur, í hvað röð hann var en þetta er mjög eins og ég segja hraður og skemmtilega fassi Hvernig hafa æfingar gengið á veirutímum? Það gengu ágætlega þangað til þetta datt í 10 manna takmarkanir og við vorum 4 vikur í svona fjaræfingum svo náðum við þarna einhverjum 6 vikum þangað til að takmarkanin duttu niður í 10 manns og þannig að þetta gekk svona, ég var að segja síðustu 2 vikurnar voru hikandi þannig að þetta hefur verið þægilegra æfingartímabil hefur verið til en þau eru svo dugleg og metnaðarfull að það gekk eins vel og hægt í þessu ástandi sem og það búið mikil eftirlöngun í hópnum að fá að vera á sviði og fá fólk í salinn. Við náttúrulega byrjuðum að æfa þetta í ágúst þannig að þetta búið að vera löng bið. Þannig að mikil spenna og bara líka að fara að fá smá hlátur inn í samfélagið og fá smá pásu frá öllu sem í gangi í dag. Þannig er ekki frekar bjartsýn á að fólk vilji mæta í leikhús? Jú, ég ætla að vona það. Það er allavega... Ég myndi segja að þetta væri frábær leiðallan til að gleyma í 2 klukkutíma, að fá bara að gleyma öllu sem í gangi, fá bara að hlæja smá, vera innan fólk og bara norms og fara út með tár í augum af gleði. Já, ég bara mundi ekki eftir í þessum fötum. Manstu við höfum eitthvað eftir mér í fötum. Já, maður gleymir þið nú ekki svo glatt. Þú ert langt huggulasta hjúkran á deildinni. Það sagði nú líka allar hinar hjúkurnar. Já, þú ert alltaf það sem mér við komum langt duglegust á vaktinni. Þér við komum í langt þægilegustu umgengni á nætuvaktinni. Þú mátt ekki halda að ég hafa gert með öllum hjúkranum það sem ég gerði með þér. Nú, já, bara sumum. Díana, ég er harðgiftur maður. Já, varstu nú líka fyrir 17 árum. Já, ég var það og ég er ennþá og ég var ekki betur að þú hefur bara sjálf verið til í tuskið. Nú, auðvitað. Stemmingin með spurningunum var alltaf svo rómantísk og sexy. Svolítið svona eins og blá útgáfa af Rauðu læknasögunum. Nætuvakt, kaffipása, svo í morgunsárið smá skrens og baka svæfingavélina. Já, það er svona ánægilegt að sjá þig eftir allan hennar tíma. Ég var ágæð. Ég var að setja Og hvernig verður svo sýningu háttað? Hvernig gerir þið það í margumbreddu kófi? Ja, það verður bara við fylgjum þeim reglum sem voru setta fram og það verður alltaf bil á milli allra hópa og áhorfendur með grímur. Þannig að það er bara við reynum að fylgja þeim reglum sem eru settar. Frátekið sæti fyrir mig? Já, frátekið sæti fyrir þig og fyrir alla. Já, þannig að það fá allir frátekið sæti og þannig að þannig að fólk getur komið áhyggjulaust á leiksýningu. Já, það verða númeru sæti hérna og spritt við alla innganga og útganga á sviðinu og klósettum og heimitt. Úr frumleikhúsinu ætlum við að kíkja í leikhús raunveruleikans en þar gerast oft óvæntir en líka spaugilegir hlutir. Sjáið þetta.
Þessi liftaramaður í Sandgerði ætlaði að fara alveg ekstra varlega þegar hann var að ferma flutningabíl af fiskislógi á dögunum. Í gamla bænum í Keflavík starfrækt lítið stúdíó sem heitir hinu óvanalega nafni Lubbi Peace. Þar eru góðar sögur meðal annars teknar upp en líka margt fleira skemmtilegt. Við erum stödd í skemmtilegu húsnæði í gömlu Keflavík. Eiginlega svona það sem að bílskúrsböndin voru að sprengja hljóðhimnur. En núna unnið með annað hljóð og ýmislegt fleira. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér í Lubba Peace. Vertu velkomin. Velkomin. Hvað Lubbi Peace? Hvað Lubbi Peace ekki? Nákvæmlega. Herðu, þetta svona rými sem að við opnuðum fyrir svona það bil ári síðan sem að bara gerir alls konar. Við bjóðum upp á upptökur, hlaðvarpsupptökur, mestmegnis núna undanfarið. Og hérna hefur verið jóga og námskeið í skapandi skrifum og tarrotlestri og bara alls konar. Alls konar mannfögnuðir. Já. Og hitt og þetta fólk búið að koma hérna en eins og þú segir þá var hérna pabbi þinn og fleiri voru með gargandi hljómsveitir hérna í gamla daga eða ekkert svo mikið í gamla daga fyrir einhverjum árum síðan. Já, jú. Svo ég myndi segja í gamla daga. Já, það sannlega í gamla daga. Sko ég ólst upp hérna og við kaupum af foreldrum mínum sko og pabbi sem sagt byggir þessa viðbyggingu við bílskúrinn og það átti að vera garðhús en varð aldrei garðhús, það varð æfingarhúsnæði og þannig að ég ólst upp hérna bara, mín unglingsár var ég bara hérna að spila þungarokk með félögum minn sko og svo var pabbi minn með sínar hljómsveitir og þetta var svona miðstöð hérna sko, allavega í mínum vinarhring og svo bara félagar pappa sko. Þannig að það var mikið rokkað hérna og einhverjar, eins og þú sagðir, einhverjar hljóðhimnur sem hafa sprungið. Það var meðan mín. Og ég man einmitt eftir að við hjá Víkurhundum komið við allavega tvisvar sinnum á Ljósanótt þegar voru heimatónleikar, þá var verið að sprengja hljóðhimnur hérna. Já, við tókum þátt í upphafinu á þessu ævintýri heimatónleikunum. Það var einmitt punkklósett sem var fyrsta skiptið á okkur og það var stillt í 11 sko. Já, heyrðist langt út, langt inn í bæ. Já, nokkrar hræður sem komast fyrir hérna. Já. Skemmtir sér mjög vel. Já. En Ingi, þú hefur verið að vinna mikið sem hljóðmaður og í hljómahöllinni og í útvarpsmennsku en ert nú í aðalvinnu hjá Reykjanesbæ í dag eða ekki við eitthvað allt annað? Já, ég starfa sem kerfisstjóri hjá Reykjanesbæ, en síðan með þetta hljóðmaður svona á kantinu sko og svo ég af og til tvisvar í mánuði í útvarpinu með útvarpsþætti á laugardagskvöldum, næturvaktin. Á Rás 2? Á Rás 2, á mótinni Heiðu Eiríks sem einmitt frá Keflavík. Akkurat. Bítlabæjargenin víða maður. Anna, ert þú með eitthvað bítlabæjargen? Nei, ég frá Selfossi. Já, sveitastúlka. Já, aðeins þessi stemning hvað. Komst þú með rólegheitin inn í þetta húsnæði? Já, ég held það nefnilega. Það ekki mikið spilað þungarokk núna. Meira svona verið að óma og... Namaste. Namaste. Nei, alls ekki. Það bara alls konar. Og það bara ótrúlega gaman að geta tekið á móti hópum og bara haft á ekkert allt of stóra og svona maður gefur öðruvísi af sér og fær öðruvísi endurgjöf þegar það eru færri. Og svo líka erum við með fastakúnna í hlaðvarpi hjá okkur. Og það á meðal Magga Pála og barnabarnið hennar, hún Mói Pála. Og litla barnið Adelaine Brynja. Hún hún langamma, Magga Pála. Og ég svona pródúsent fyrir þá þætti og barnapía og allslags. Og það bara ótrúlega notalegt að geta verið í svona, bara í þessu rými mitt. Með lítið barn og bara í svona fjölskyldustemningu. Og svo auðvitað eru góðar sögur hérna hjá okkur líka. Upplagið var að þetta rými til að skapa.
Já. Lubbi Peace, rými til að skapa. Já. Og það bara á allskyns sköpun sér stað hérna. Og hvaðan kemur þetta lubbanafn og Peace? Já, það góð spurning. Stuttútgáfan. Já, bara stuttútgáfan, þá sko Lubbi Peace svona tilvitnun í John Lennon og Yoko Ono. Þegar þau voru nakin upp í rúmi að með friðsamleg mótmæli. Já, með friðsamleg mótmæli og á veggnum þar var plaggat sem ástóð Hair Peace, eins og hár kolla, en Peace skrifaði eins og friður. Og á þessum tíma, þegar ég var unglingur og á fullu í tónlistarskóla og svona, þá var ég með mikinn lubba á, þá kom þetta bara Lubbi Peace og það hefur bara haldist bara og sem betur fyrir var Anna alveg til í það líka sko, við stofnum fyrirtæki sem heitir þá Lubbi Peace og sem þá svona yfir þessu dæmi okkar. Já, þannig að Yoko Ono og Lennon, þetta er runnið undan rifjum þeirra, tvekja. Já, þú hefur verið að vinna svolítið í kringum bækur. Já, einmitt. Þú ert búin að vera með eitthvað slíkt hérna. Ég hef búin að vera að lesa inn einhverja bækur hérna. Já, hérna eru teknar upp hljóðbækur, taka upp nokkrar og ég er með bókmenntahlaðvarp sem heitir Skúfuskáld, þar sem ég tala við rithöfunda það að skrifa og svo hefur ég verið með bókaumfjöllun með vinkonu minni sem bókmenntafræðingur og svo hefur Vigdís Grímsdóttir, vinkonu okkar, komið og verið með námskeið hérna í skapandi skrifum og við stefnum á fleiri svoleiðis með bara flottum rithöfundum sem að miðla af sér. Þegar búið að bólast við alla. Já. Þannig að það hefur oft verið talað um að Geimsteins stúdíó Rúnars Júlíussonar heitins, það hefur nú verið mikil sköpun þar. Náttúrulega nær eingöngu held ég í tónlist en það svona, við erum að tala um eitthvað annað stúdíó hérna, ekkert mjög langt frá, en í annarri sköpun bara kannski. Já, algjörlega. Já, bara aðri sér kannski áherslur og svona, en við náttúrulega hefur líka verið tónlist hérna og tónlistafólk sem hefur komið og tekið upp. Og við tökum á móti fólki sem getur komið og leigt bara og verið heila helgi og jafnvel leigt aðstöðu til að gista hjá okkur líka því að við erum með litla íbúð í húsinu okkar. Þannig að þetta svona alls konar. Við höfum fengið að fylgjast með byggingasögum Inga. Það er stakar? Já, hvernig ég var orðað þetta. Það búið að vera mjög skemmtilegt að sjá þitt handverk. Margvíslegt. Já, gaman að heyra, takk fyrir það. Það alveg svona... Þið búið hérna í gömlu húsi? Við búum í gömlu húsi og erum búin að vera að gera það upp og tókum þetta allt í gegn, lækkuðum gólfið til að mynda 30-40 cm og ég allan tíman með síman á lofti sko. Og það alveg þó nokkuð margir sem eru búin að fylgjast með mér og eru bara spenntir sko. Og ég fæ mjög mikil viðbrögð, ég er ekki með 1000 fylgjenda sko, en það alltaf tryggir fylgjendur sko. Og þú ert búin að vera að fylgjast með, gaman að heyra. Í hlaðvarpi eru ekki mikil tímamörk og viðmælendur eiga það til að gleyma sér í góðum sögum. Í rauninni engin gluggi, það engin lengd sem verður búin að ákveða þannig. Og svo kannski þegar liðið á viðtali þá fer fólk að gleyma bara mikrofóninum og þá er þetta orðið bara spjall. Það er rauninni ótrúlegt hvað fólk tilbúið svona og jafnvel svona eftir á að hafa viðmælendur sagt bara, ég sagði bara allt einhvern veginn, ég átti ekki von á því og ætlaði kannski ekki að segja það en þú veist, það er svo sem enginn farið með einhvern bömmir hérna út en það er ótrúlega gaman. Ég persónulega allavega fíla þessi einlægu og svona persónulega hlaðvörp og svo finnst mér svo gaman, það er svo sem engin mælikvarði þannig en það fólk sem maður hittur þó á þessum tímum, það er bara í leikskólanum og búðinu og eitthvað svona, ég gjarnan stoppaður á förnum vegi og fólk að hlusta og heimamennir eru okkar sendiherrar eins og Dagný sagði, það er einhvern veginn alveg bara svolítið svona stolt að þessu og mitt þú veist í öllum þessum stóru hlaðvörpum, ég bara svona man ekki eftir mörgum viðmælandum hreinlega frá Suðurnesjum í þessum stærstu og vinsælustu hlaðvörpum. Það er eins og við séum ekki á radarnum stundum. Dagný, þannig að við Suðurnesjumenn þurfum það bara tökum þetta í okkar hendur og komum okkur á framfæri og það er bara oft þannig. Það er
ímyndin, hún hefur verið misjöfn hérna á svæðinu og það var talað slæma ímynd fyrir nokkrum árum síðan, 5 árum síðan að vildi enginn búa á Suðurnesjum, samt koma allir, samt getur við sagt ekki fylltist en það fjölgaði mest á Íslandi á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ. Þannig að þetta nú svolítið skrítið stundum þegar að vera að tala ímynd, en þið eru þó að haldinni við með þessu, það hefur verið að benda á marga skemmtilega hluti sem hafa verið í gangi þetta. Já, þetta einmitt eins og að segja merkileg þversögn, einmitt á meðan kannski allt hérna svona svarta þá samt heldur íbúum alltaf áfram að fjölga og við tökum á móti fólki. Þannig að ég held að við eigum svo mikið inni og hérna eins og þú segir, þú veist, við ætlum að halda áfram og við hvetjum bara Suðurnesjamenn til þess að hlusta og deila einmitt bara og vera svolítið stoltir af sínu svæði, eins og ég segi, þú veist, það eru við sjálf sem að svolítið stjórnum ímyndin okkar og ímyndin á þessu svæði. Og ég segi bara, ég hef verið að hlusta á þættina hans Eyþórs til dæmis og einmitt hlusta á viðtal Gunnar Örlygs og mér fannst þetta bara mjög merkilegt að vita meira sögu körfuboltans og hvernig það var þegar körfuboltinn var bara lífið hérna á Suðurnesjum og einmitt Guðbjörg Lóð og fleiri bara mjög flotti viðmælendur. Þannig að ég sjálf var bara að læra hellinga að hlusta og þannig að ég hvet bara alla Suðurnesjamenn til að hlusta. Á góða sögur. Takk fyrir spjalli. Takk. Þið eru að horfa á Suðurnesja Magasín. Kíkið aftur með okkur í Lubba Peace. En það eiga semst eftir að óma ýmsir tónar og lestur og jafnvel jógastundir hérna í framtíðinni. Heldur betur maður. Við vorum alltaf bara að byrja þegar COVID skall á sko. Þá vorum við að byrja sko. Og hann náði að hafa nokkra jógatíma og svona og svo fer þetta bara alltaf fullt aftur. Já, algjörlega. Skemmtilegt bara. Já, algjörlega. Spennandi. Gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir það. Takk. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið á Suðurnesja Magasín viljum við segja ykkur frá því að við hjá Víkurfréttum erum í fjölbreyttri fjölmiðlun. Við gefum út vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis á netinu og á Suðurnesjum. Í blaði vikunar áhugavert viðtal við Keflvíkinginn Magnús Þórsson hjá Johnson & Wales háskólanum í Bandaríkjunum en skólinn að byrja með námsbraut í kannabis-tengdu frumkvöðlanámi. Við segjum fréttir alla daga á fréttavef Víkurfrétta og golffréttir á kilvíkur.is. Við sjáumst í næstu viku. Verið sæl.